Ég heiti Janna Björk og ég verkefnisstjóri hjá KLAK og KLAK Icelandic Startups og verkefnisstjóri hjá Hringiðu, var það í ár. Og það einmitt gaman bara að segja frá því hvað einmitt borgin að gera til þess að styðja við ekki bara nýsköpun heldur líka bara eins og Kristín var að segja, bara nýsköpun sem styður við bara svona það við séum að við svona umhverfisverkefni og umhverfis og svona sjálfbærni tengd verkefni sem þetta bara ótrúlega mikilvægt fyrir Ísland og heiminn. Þannig við erum sem sagt með Hringiðu sem viðskiptahraðall sem haldinn á KLAK með stuðningi meðal annars Reykjavíkurborgar og viðskiptahraðall svona fyrir þá sem ekki vita og þetta náttúrulega mjög svona nýs orð þannig en þetta prógram sem haldin og hugmyndin að þetta sé stuðningur við sprota og frumkvöðla til þess að koma þeim hraðar af stað og í rauninni koma bara hugmynd hraðar í bara fyrirtæki og það það sem Hringiða og Hringiða með sérstaka áherslu á akkurát svona umhverfisverkefni og loftslagsverkefni og í rauninni bara hringrásar hringrásar hagkerfið og þetta sem sagt Hringiða í ár var aðeins öðruvísi heldur en hefur verið áður. Við vonum sem sagt með, þetta fjórða skipti sem við heldum Hringiðu og áður hefur þetta verið áherslan á miklu lengra komin fyrirtæki. Þetta hafa verið fyrirtæki sem alveg komin á þann stað að þeir bara sækjum stóra svona Evrópustyrki eða stóra styrki erlendis. En við ákveðum í samráði við bæjarhallana og stýrihópinn að breyta svolítið áherslanum í ár og við erum að styðja við styttra komin fyrirtæki. Og það bara gekk alveg ótrúlega vel, var ótrúlega skemmtilegt að gera það og við ákveðið að gera þetta annað hvert ár. Þannig annað hvert ár þetta fyrir lengra komin fyrirtæki og annað hvert ár þetta fyrir styttra komin fyrirtæki. Og þegar við tölum styttra komin fyrirtæki, þá erum við að tala þau sem cirka stigi 2-4 á TRL eða Technical Readiness Level skalanum, eða mælikvarðanum. Þá bara fyrir hverja Hringiða, við fengum eiginlega bara, leyfum við að segja, alveg topp eintök í ár í Hringiðuna hjá okkur. En þetta eiginlega bara akkurat nýsköpunarleg fyrirtæki og verkefni innan fyrirtæki og stofnana sem byggja á hugmyndafræði hringrásarkerfisins. Þannig þetta eins og við segja, þetta þau sem komin cirka á 2-4 stig TRL skalan sem ég fer aðeins betur út í á eftir. En annars þetta líka bara fjölbreytt teymi með bara fjölbreyttar lausnir en öll ótrúlega spennt fyrir því að taka þátt og bara tilbúin í að leggja allt í þetta. Hér TRL mælikvarðinn sem við var að tala en þetta rauninni, þetta það sem við erum að gera annað hvert ár þá þessi frá TRL 2 sem svona frekar mótuð hugmynd upp í það að vera með lausn sem prófuð og sannreynd en þó í svona vernduðu umhverfi. Þannig þetta svona það bil hugmynd til svona tilbúnar hugmyndir sem við erum að leggja áherslu á í ár og það sem okkar markmið að bara hraðli loknum að þessi fyrirtæki séu búin að nýta þá þjónustu og bara sem við erum að veita og það þau hafa kynnt sitt verkefni fyrir fjárfestum og lykilaðilum úr íslensku atvinnulífi og bara að þau séu komið með sterk tengsl við nýsköpunar umhverfið yfir höfuð á Íslandi. Og þetta líka fengið leiðsögn ráðgjafarráðs og svo að lokum að við lært að skilgreina og reikna út sinni jákvæðu áhrif sem ég fer aðeins betur út í líka. En þetta sem sagt fyrirtæki fyrri ára og það ótrúlega gaman að segja frá því að það ennþá 18 af 23 teymum sem hafa tekið þátt í Hringiðu áður, þetta fjórða skipti sem við höldum Hringiðu, þau ennþá starfandi og gengur bara rosalega vel hjá þeim og þetta rauninni algjörar stjörnur, þessi sprotar. Þetta þau eru búin að, í rauninni samanlagt þau búin að safna meira en milljarði frá fjárfestum og svona sjóðum og bara styrkjum sem alveg magnað því þetta náttúrulega bara 3-4 ár og þannig þetta og sum af þessum fyrirtækjum örugglega kannist jafnvel við. Þetta teymin okkar síðan í ár og voru bara kynna fyrir sínum fjárfestum á
fyrir 2 vikum gekk alveg rosalega vel, alveg ótrúlega skemmtilegt og þetta eru þessi teymi sem með og þau eru bara gaman að segja fyrir því að þetta voru 26 þátttakendur 35% kallar og 65% konur sem líka gaman að sjá því það svolítið vöntun á, það allavega alltaf svona að aukast en svona yfir höfuð í nýsköpunargeiranum, í startupum það bara þannig að það vantar ótrúlega mikið konur í hennar bransa og það ótrúlega gaman að sjá það bara vera að aukast. Við völdum 9 teymi að því við bara völdum ótrúlega vel, þannig við erum ótrúlega, við getum alveg allt að 10 teymum þannig við völdum þessi 9 teymi og þetta ótrúlega fjölbreytt verkefni hjá þeim þannig þetta allt frá bara hringrás og þjónustu, þau eru þær eru að búa til sem sagt textíl og lúpínu sem ótrúlega skemmtilegt. Hann sem sagt með, hann er búið til tóhlera sem eru svona, hangir aftan á bátunum með þannig en þeir eru sem sagt, bæði eru einhvern veginn spara ótrúlega mikið á olíu og þeir eru líka skrapa ekki botnin sem alveg magnað. Þeir eru að búa til veggi úr tetrapak, í rauninni bara úr mjólkurvörnum sem alveg geggjað. Og svo erum við með, þeir eru að búa til áburð úr hrossataði og við erum með alla flóruna. Svo erum við bara líka með vistvirk sem síkurót, en þið fá bara heyri meir það núna eftir. Og þetta og svo textíl endurvinnsla, þeir eru með þessi teymi eru bæði að vinna í því að laga endurvinna textíl eða hjálpa bara til við sorteringu hans og það ótrúlega gaman líka að segja fyrir því að þessi teymi bæði voru urðu til í janúar á Þráðathoni sem var haldið bara þetta var svona hackathon fyrir svona textíl endurvinnslu. Þannig það ótrúlega gaman að fylgjast með svona ferlinu líka og talandi ferlið þá þetta ferlið og þetta sem styrunni tímalínan og þetta eru sem sagt 6 vikna prógram það sem þið koma inn og byrja bara alveg koma inn hlaupandi eins og maður segir og þau bara, svo fer við með eitthvað svona hópefli og svo bara byrja þau eru í 6 vikna prógram sem dreifist yfir 8 vikur bara út af páskunum en þetta þá það að koma 2 til 3 daga í viku niður í Grósku þar sem við erum með aðstöðu og eru bara að fá þeir eru að fá vinnustofur, fyrirlestra, þeir fá svona founderslunch sem skemmtilegt, þá fáum við sem sagt reynda frumkvöðla til að koma inn og segja sína sögur og eru líka bara svolítið svona spjall við frumkvöðlana, það mjög skemmtilegt og svo fáum við þetta mentorafundi og ég fer aðeins betur út í mentor og þjónustun okkar og eftir en við erum ótrúlega ánægð með hana og svo endar þetta sem sagt á fjárfestakynningu sem þá var bara núna síðast liðinn 2. maí og þá bjóðum við öllum fjárfestum og lykilaðilum úr íslensku atvinnulífi til að koma og hlusta á kynningar teymana. Þetta var nýtt Impact Business Modeling System, þetta sem sagt, þetta eru skandinavískir ráðgjafar sem að við í rauninni réðum inn í prógramið. Hann kom sem sagt fyrsta vinnustofan var bara haldin í Grósku, svo hittu þau sem sagt, þetta var í 4 vikur, þá fengu þau í rauninni leysing frá þeim og þetta mjög áhugavert og við fengum ótrúlega góðar gott feedback fyrir þetta því þetta mikilvægt fyrir sérstaklega fyrirtæki sem eru með svona loftslagslausnir, sem eru með svona sjálfbærnilausnir að geta í rauninni sýnt fram á bara nákvæmi áhrifin sín. Þannig þau eru bæði að kenna þeim að skilgreina og bara sýna fram á í tölum nákvæmlega hvort þau séu að spara x mikið af vatni, eru þau að, þú veist, er minni losun eða þetta, hver eru nákvæmlegu áhrifin sem mjög gott. Svo erum við með mentoraprógrammi okkur og það fá auðvitað líka aðgang að því og þetta eitthvað sem við hjá Klak erum ótrúlega stolt af. Þetta sem prógram sem við erum búin að þróa með bara aðstoð MIT skólans í háskólan í Bandaríkjunum segja og við erum í svona stöðugu samstarfi með þeim að það heitir sem sagt MIT WFMS og þetta prógram sem þeir eru búin að vera að þróa í 20 ár og þetta rauninni bara svona ákveðin leið til að gera þetta. Fyrsta leið við erum komið 126 öfluga mentora og þetta eru bara svona neglur úr íslensku atvinnulífi. Þetta eru bara
frumkvöðlar eða alls konar framkvæmdastjórar og bara fólk bara úr öllum áttum í rauninni, ekki fjárfestar, af því það getur verið svona hagsmuna árekstar þar, þau hitta fjárfesta annars staðar, en hvert teymi fær sem sagt 2 til 4 mentora sem eru allir búin að skrifa undir svona trúnaðaryfirlýsingu og búin að setja námskeið sem að við fáum prófessor frá MIT til þess að koma og kenna þeim í rauninni bara að vera hvernig mentorakerfið á að vera og svo fær hvert teymi svona bara hóp af mentorum til þess að verða svolítið svona bara eins og ráðgjafaráð fyrir þau, hitta þá held ég 6 eða 5 sinnum í gegnum allt ferlið. Það er 3 í gegnum prógramið og 2 svona eftirfylgnisfundi. Svo erum við bara náttúrulega með mikið af viðburðum og mikið af markaðssetningu og við erum með eitthvað í kringum 5 viðburði í gegnum allt prógramið og það er sem sagt, við erum með kynningafund og svo erum við með 2 opna viðburði þar sem að þið getið koma að hlusta á teymin kynna og þau fá líka bara tækifæri til þess að kynna hugmyndir sínar. Svo erum við með Shark Tank þar sem við fáum bara sérfræðinga og fjárfesta til þess að koma og hlusta á kynningarnar og gefa þeim í rauninni bara ráðleggingar og svo erum við með fjárfestadaginn sem er svona loka viðburðurinn. Við erum líka með öflugan fjölmiðla fulltrúa og hann er ótrúlega duglegur því að bara koma sprótunum bara af bara staðurinn koma þeim bara í fréttir og við erum með þetta bara alltaf að reyna koma umræðina stað og koma þeim í bara, já, þannig við erum svona alveg mikið í fréttum líka. Já, en að lokum ætla ég bara að segja, þetta er náttúrulega alls ekkert mögulegt, þetta er náttúrulega, og þetta er allt frumkvöðlum bara kostnaðarlausu, gleymd að nefna það, þetta er allt bara, þetta er alveg mikið virði sem að sprótara frumkvöðlar eru að fá í gegnum svona prógram og þetta er auðvitað allt, þetta er bara allt svona okkar bakhjarlum að þakka. Þannig við erum með bakhjarla sem eru Reykjavíkurborg og svo umhverfis orku- og loftslagsráðuneytið, Orkuveita Reykjavíkur, Faxaflóahafnir, Terra, Ölgerðin og Samtök iðnaðarins. Og svo erum við með samstarfsaðila sem eru þá Rannís, Breið, Efris, Sjávarklassinn, Grænmangur, Hugverkastofa og Hringrásarklassinn. Og við fáum líka fulltrúa frá hverjum af þessum hverju fyrirtæki eða stofnunum og þau sita í stýrihóp og í rauninni bæði aðstoða við, þannig þetta er ekki bara fjárhagslegur stuðningur, þetta er líka þau aðstoða við að velja teymin, þau aðstoða við að setja upp prógramið, þau aðstoða við taka mikinn bara á góðan þátt í prógraminu sjálfu. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, þetta var bara fáum þau til þess að koma. Róttilega gott að tala þetta sem manneska sem var að stýra og þetta gekk ótrúlega vel og svo bara nei, bara já, þannig ekki bara Birgitta að fá að tala við, já. Bara hvar finn ég? En já, en bara takk fyrir mig.